Já, komið sæl og verið velkomin í Hálfandaleikana hér á Sín. Við erum komin til Keflavíkur í það sem framfóru næst síðustu Hálfandaleikar sumarsins. Hér sjáum við skemmtiatriði dagsins sem í boði voru meðal annars, en Hálfandalekarnir hafa að fara í hringferð um landið með bylgjulestinni. Þetta var ansi sérstök keppni að mörgu leyti og ekki síst fyrir það sakir að heimsmeistarinn sjálfur, Brian Viera frá Bandaríkjunum, var meðal keppenda. Andrés Guðmundsson, það er nú ekki beinlínis leiðilegt að hafa svoleiðis mann með sér. Nei, það er alveg frábært að fá svona öflugan mann með og sýna okkur tæknina og hvernig þetta er á heimsmáli hverða. Hér sjáum við Ellert bæjarstjóra, Reykjanesbæinn sem þetta heitir við. Já, hann opnaði leikann eins og sigur hjá bæjarstjórum kringum landið. En svona hann hefði mátt kasta aðeins lengra, hann reyndi hún ekki mikið held ég. Þeir fá 2 kosti eins og við keppendurnir. Þarna fór hann aðeins fram fyrir plankan, ætlaði aðeins heldur betur að taka það í. Já, mér líst vel á þessa pólitík hjá Ellert, þetta er ágætlega gert hjá honum. Já, það verður að brjóta þetta aðeins. Og hann gerir það, sómið á honum. Já, það er nú kannski rétt að geta þess að fyrsta greinin á Hálfandaleikjunum í Keflavík fór fram á föstudeginum. Við erum hér að sjá svipmyndir frá laugardeginum. Það var keppt í sleggjukasti á föstudeginum. Já, og það var alveg geysjórkeppni. Brian Viera kastaði þar 40 og 260, en Sæmundur setti nýtt Íslandsmet 41-30. Þess að það var alveg rosaleg keppni þar. Svona löng köst hafa bara ekki sést áður á Íslandi. Þess að Ryan færði heilmikinn anda inn í keppnina. Já, og söguleg stund Íslandsmet og heimsmeistarinn að láta ljósið skína. Já. En þarna er Pétur í steininum og hann er þarna með 16.82 fyrsta kast. Góður stíl hjá honum. Já, hann kann þetta. Hann kann þetta. Nota snúningsstílinn. Það var það Guðmundsson. Sjálfur. Frekar stífur og eitthvað hálf slappur þarna í fyrsta kastinu. Menn hafa nú líka talað um það að fáir hafi komið mikið á óvart í sumar. Já, maður er svona... Þetta er eins og Arnór í boltanum, bara á gamans aldri. Það er svona þegar við komum inn og ekkert stress í kringum þetta og ætlum bara að leika okkur, þá gengur oft vel. Svona þegar ekkert plan, bara vera með og hafa gaman að þessu. Þá er Auðun. Hann er búinn að vera núna koma vel inn í steinunum, 13.78. Ágæti stíl hjá hann. Já, Auðun tekur ekki snúninginn, það er náttúrulega frjáls stíl og menn með að gera þetta svona nokkurn veginn eins og dettur í hug og framlega sem að stílinn og hvíli við hálsinn. Það eru kúluvarparreglurnar sem gilda. Hann þarf að vera upp á hálsinn og ekki fara fram yfir plankan. Þetta er ekkert flóknara. Svo náttúrulega hvernig er útfarað, það er þeirra mál. Unnar Garðarsson, búinn að vera í frekar svona meiðslum í sumar. 14.23. Það voru Lóðafílir. Það voru við Ólafsson. Það er bara eins og hann sé að kasta tennisball. Já, eða steinvölu eitthvað. Það vantar nú mikið á tækninu. En afliði nóg, það bara, hann vantar útfæra þetta betur. Já. Hann verður að koma með hátt í 14 metra kastinu. Það var Sæmundur. Sæmundur hefur ekki gengið vel í steininum hingað til. Hún vantar að leggjast aðeins í tæknina og vinna upp á tækniliðina. Hann er ekki hitt á steinina þá. Það eru 30 centimetrar. Það er þá alltaf eitthvað sem sýnir það að hann er mannlegur. Já, hann er mannlegur. En það er kannski ekki hægt að segja það í hinum greinunum. Hann er Brian Viera, heimsmeistarinn, þrefaldur heimsmeistari í Hálfandaleikjum. Kemur frá Kaliforníu. Hann er með hálspinn eða hálfan snúning, eins og það er kallað. Þá getur hann líka verið örugur Ekkert undan þessu að kvarta. Nei, þarna sjáum við einn ungan Hollending. Efnilegur, mætir í rétt andan. Taka svo hrikalega vel á í síðustu greinunum. Það var svona frekar kalt í Keflavík þennan dag, svona hékk skíin yfir og frekar kalt. Það var Pétur, gaf aðeins í þetta núna. Já, þetta var glæsilega gert. 16.25. Þetta er hann hitt kastið var lengra. Þetta er náttúrulega, eins og margótt hefur komið fram, þetta er ekki bara spurning um krafta, menn þurfa að kunna beita þessum kröftum. Það þarf að beita því. Já, þarna kom ég aðeins inn aftur. Leita aðeins betur út hjá mér. 15.85. Hann getur kastað öllu þessu dóti. Nú kemur Auðun sterki. Sjáðu kallinn. Já, ágætt kast. 13.80. Hann er að sækja sig. Unnar Garðarsson, gaman reyndur kúluvarpari og spjótkastari og frjálsum. Hefur ekki náð sér að strika eins og hann hefur búinn að vera í slæmum meiðslum í hnjánum
Hann sagði mér að þetta var svo kasta fyrir, þetta var ekki hægt að kasta þessu. Já, Það var allt og létt. kemur Já, Torfi. Torfi. Sjáu þið sporin. Hann hefur stundum verið kallaður Keiko. Ef þeir sjá hann í, það fyndið að sjá hann í svörtum sundból í Laug, þá öskrar allir Keiko, Keiko. Hafrasæmi, Já, þetta eitthvað nýtt. þetta nýtt. Prófa standandi kast bara. Þetta miklu máli. án atrinu. Nánadreinu. Hann hefur kastað 14-20, gerð það í fyrrasumar. Jæja, hér komið. En hann hefur ekki náð sér á strik. Hér kemur Sölvi Fannar. Sjáu þetta. Hann kominn í hálspinnið. Já, strax, verið tól. Mætti frekar seint. Datt rétt inn í restina á steininum. Klikkaði eitthvað bílinn hjá honum leiðinni held ég. Áhorfendum vel með á nótunum. Þannig að sjáu þið völlin, við höfum 7,5 fet fyrir steinin en 9 fet til að henda lóðinu. Hvað segir þetta? Þarna var Auðun að taka á því. Já, Auðun tók aukakastið sitt og 14-28 bætti svo 13-80. Það er orðið bara viðunandi, mjög góður. Svona á heimsárangur 14-15 metrar bara vel inni á öllum hálfmótaleikum. Það er sómið að því. Það var Raunar Garðarsson, þá vildi hann taka aukakastið sitt því að Auðun tók hann hana. Hvað gerir hann? Sjáu þið þetta. Æjá, þetta að færa smá spenni í þetta hana. Ég er ekki alveg viss hann þá. Hvað gerir hann? Tók hann Auðun? Hann er viss, segir hann. Hann er viss. Hann er viss. 14-50. Jájá. Það kom smá svona spenni í þetta. Smá keppnis. Unnar er mikill keppnismaður og klikkar ekkert að því. Svona á að hafa þetta. Welcome to Iceland. Well, thank you very much. What do you think of these games here? It's wonderful, well-organized association here. Yeah, Andre and Helty do a very good job here. Are there a long history in United States for Highland Games? Yeah, some date back 150 years. So we have 182 comps in North America, so it's quite big. Are there a competition every weekend? Pretty much. Yeah, you can go from April to October, November. And you are a professional in this. Yeah, this is what I do for a living. How has the summer been for you? It's been real good. I won the Worlds in Finland, and I'm having a good season so far in terms of overalls and some performances in individual events. I have the U.S. Championships in 3 weeks. Peter Goodmanson will be there as well. So it's going to be a real good competition. But over the winter, are you practicing the whole winter? Yeah. I focus on a lot of weight training and drills and stuff like that. And you are going to be in this for many years? I hope so. Yeah, I hope things go well where I can keep training. Þetta var heimsmeistarinn, viðkunnarlegur náungi. Já, mjög viðkunnarlegur og skemmtilegur náungi. Þarna sjáum við einn í andanum í Íslands lýsisteinum hjá okkur. Þetta allar hann úr. Þetta er alvöru powerkall. Sjáum við andan í þessum. Já. Svona á að gera þetta. Þú eru að mæta næst og taka á steininum og prófa þetta. Ég veit Þú kemur hérna fyrir. Sæmi, nú er þetta góður dagur gær. Má ekki halda það sáfram? Jú. Vestagreinin búinn. Ég er mjög sleppur í steinkastina. Og hérna, hinar eru allar góða, þannig að ég vona bara að ég ná að vinna þetta upp það sem ég tapaði í steinkastina. Er samt góður hugur í þér? Já, fínn hugur. Og ég er að vona bara að ég ná mig saman. Ég verð nánast að standa mig alveg vinna í alla greina sem eftir eru. Af því ég er að það lélegur í steininum að ég missa mörg stig þegar ég verð að vinna það upp í hinnu. En ég held að það geti bara gerst. Stappar þið í stálinu að fá heimsmeistarann hingað? Já, það er ágætt að hafa hann, annars er ég búinn að vera að keppa í Skotlandi og Finnlandi og ég þekka mjög vel og það er gaman að fá hann hingað og keppa við okkur. Æfir alltaf vel á milli móta? Ég æfi ekki neitt, kasta ekki neitt. Ég bara æfi lyftingar og hérna bara styrki mig. Þetta er bara snauka. Þannig að þú ætlar ekkert að fara að taka tækni æfingar? Ég verð að taka tækni æfingar í steininum. Það er alveg ljóst. Ég verð að hérna laga hann. Ef ég laga hann þá get ég orðið mjög hættulegur í þessu. Já, ídlega bestu aflokki sem Sæmundur feginn að fyrstu grein sé lokið. Hér er nú komin grein sem hann... Já, hann á heim í þessari grein. Það er engin spurning. Þannig eru þeir að byrja að hita byrjum í 13 fetunum. Já, þetta er lóðakast yfir á. Það er nú kannski rétt að skjóta því að Sæmundur Sæmundsson leiðir í stigakeppninni í samanlögu. Já, það eru 4 bestu mótin í sumar sem telja. Það er lokamóti sem er tvöfalt og svo mega velja önnur 3 mót sem eru stigahæstir. Já.
Sæmundur með 106,5 stig eftir 3 mót. Svo kemur einhver óþekktur kappi þarna í öðru sæti. Já, við veit ekki hver það er. Maður ekki alveg, það er einhver Andrés. Einhver Andrés með 103. Þetta er, eins og ég segi, þetta er það sem kemur mest óvart í sumar. Auðun er 3. með 100 stig. Pétur í 4. sæti með 96,5. Svo kemur Unnar með 78. Hjalti er 7. með 67,5 og Sölvi í 7. sæti með 66,5. Það er nú spurning að fara að gefa Hjalta einhver bónustig fyrir hérna lipurð við hljóðnemann. Já, við þurfum að gefa honum ekstra stig það er ekki spurning, hann er mjög lipur á honum. Aðeins að rífa hann upp töfluna. En eins og stigataflan þá er þetta geysilega keppni, þannig að nokkur stig, 10, 12, 15 stig er ekki neitt því að á lokamótinu tvöfalt stigakerfi. Þá eru stigin fljót og halastig, þess að það má ekkert klikka á lokamótinu. Og það er í Hafnarfirði, rétt að minna á það enn og aftur. Hér sjáum við hvar áhorfendur fá að spreyta sig í Keflavík. Þarna kom við Kaninn á vellinu. Hann sýndi hvernig á að gera þetta. Það voru geysilega mikill svona hugur í mönnum að taka steinin í sumar hjá okkur. En Ísfirðingar eiga metið, það voru 5 sem tókum það. Það eru Vestmanningar í öðru sæti með 4 kalla. Enda Vestfirðingar treysti menn niður til hópa. Það er sjálfsögðu. Við erum enn í lóðakastinu yfir á. Þetta er Torfi. Þetta er nú bara Torfi þann og valla að kasta upp. Þetta er hann tegir sig rétt úr sér bara. Upp í rána. Það er Ryan, hann á 16 fet í lóðinu. Þetta er létt. Þetta lítur vel út hjá honum. Sólinn svona aðeins statt inn á okkur stundum. Svona minna á sig og við höfum eiginlega aldrei klikkað á sólinn þá í allt sumar. Það verður alveg rosalega heppnir. Þú verður frábært samstarf með bylgjulestin í sumar. Já, en við að svifta honum að tífir. Þetta virkar svo létt og auðvelt hjá honum. Já. Þarna líka sjáum við gott dæmi það hvað stíllinn skiptir miklu máli. Rétt tækni. Já, þannig Pétur, hann kastar við sem vinstri hendin í dag. Eller hvíla hægri hendin eitthvað. Það gera þetta svolítið spennandi. Þá kemur Andrés. Það vantar eitthvað á stýringuna. Já, hæðin í lagi. Og kannski geta þess að í kúluvarp, þegar steinni fór þannig, maður ruglast á kúlunni, að Pétur vann steinin með 16.80, Ryan var annar með 16.50 og Andrés 15.85. Það var á Torfi. Hann er svona að stilla sig af, lítur vel út hjá honum. Og blæðis ekki á nöðs. Nei, það var einhvern veginn eins og það var frekar kalt og svona keppendur náðu sér ekki alveg í réttu yfirlýsingastuð. Það er erfitt þegar það er kalt. Þá er maður svona hálf frosinn eitthvað. Þess að það vantaði kannski meira einhverja leikgleði þannig í keppendur. 16 fittur. Sjáu þið Sæmund, hann byrjar það sem hinn hægt. Jæja, þá kemur Sæmundur Sæmundsson. Þá byrjar hann í 16 fettunum. Já, það er ekkert verið að Það má ekkert klikka að það eru bara 2 köst, en vísu er aukakast sem þeir með að taka yfir alla keppnina. 1 aukakast í einhverju grein. Ryan að reyna á 16 fettin. Þetta er að mikil tæknimaður að hann vaknar á nóttunni, fer út og kastar, kveikir á flöðuljósunum og fer að kasta á nóttunni ef hann dettur eitthvað í hug, einhver tækni. Já, svona þegar hann er að sofna. Já, svona verða meistararnir til. Vakna á kannski 3 nóttina, röllt út, kveikir á flöðuljósunum og fara að kasta. Kannski 2 tíma. Svona verða meistararnir til, það er æfingin. Sjáu þig, 16 fettin, alveg sleiktir á nóvan. Þegar hann stoppar hérna upp á. Stoppaði upp á, það vantaði lítið upp á það. Þá kemur Andrés á 16 fettin. Góði gestir. Já. Það er bara heimsmeistarinn tekinn í nösina. Algjörlega, gjörsamlega rúllaði yfir hann í þessari grein. Já, fyrir Sæmund. Hann er að gíra sig upp. Hann jafnaði heimsmetið 18.4 núna í Skotlandi fyrir hálfum mánuði. Þá við til að vara að reyna við 16 fettin áðan. Þetta var vel yfir. Hann gerir þetta alveg ótrúlega vel. Við skiljum ekkert í þessu strák. Hann tekur engan hébaugur, hann er bara í einhverjum vírum, hann sprengir öll lögum á. Ertu búið besta núna? Í þessu? Ég er alltaf sterkari heldur en þegar ég setti heimsmetið daginn, eða jafnaði það.
mikið sterkari og mikið þyngri. Það var í Skotlandi og var alveg búinn að vera í svelti og hörmulegu ástandi og nú er ég miklu sterkari, þannig að það er aldrei kaldara núna, kallt og leiðinda veður, en ég er miklu betra hormi og ætti að vera betur upp laður. Þú sem sé trúir á getur þetta? Ég get þetta, já, ég er ekki nokkuð spurning. Nokkrar tilraunir bara? Við slum bara sjá hvað gerist. Byrjum á því. Þið er ekkert krafturinn við að reyna svona upp á hína greinarnar? Jú, sjálfsög, jú. Þetta er náttúrulega greinin sem fer mest krafturinn í, fer mest aflið í þetta. Þannig að auðvitað, maður tekur úr sér en þetta er náttúrulega gaman að eiga heimsmet. Þú ætlar að fórna þér? Já, sjálfsögðu. Það er ekki að spyrja þig með Sæmund, fórnaði sig fyrir fjöldan. Já, flottar yfirlýsingar, svona á að gera þetta. Þarna sjáum við kærustur hans Sæmunds. Fylgist spennt með. Það verður að stilla upp heimsmeti 18 fet og 6 tommur. Það er eitt annað, sjáu þið hæðina þessu. Þetta er bara 4 hæða vlokk. Wow. Hæðin var í lagi, vantaði aðeins á tæminguna. Já, vantaði beygjuna þarna Sjáum hvað hann gerir. Vantar ennþá stýringuna hjá honum. Það er nóga powerinn í þessu. Já, þetta met á eftir að falla á, ef ekki bara að bóka það hér og það fellur í Hafnarfirði. Engin spurning. Sjáu þið hana, síðasta kastið á honum, þriðja kastið. Sjáu ég þetta. Þetta er örstutt í þetta. Sjáu þið, hæðin er þarna alveg, vantaði kannski hálfan millimetr upp á það. Hann er að geyma þetta fyrir fjörðinn. Í heimsmeistaratillraunum þá má taka svona nokkurn veginn endalausa tilraunir. Nei. Tilfinningin búinn. Það þarf að hitta ádegina strax meðan andinn er í gangi. Nú er lóðakastið næst, er það góð grein fyrir þig? Nei. Nei, ég veit það, ég var ekki dottið eitthvað, ég veit það ekki. Það sé bara til. Þú eru ofta haft mjög sérstakann stíl í lóðakastinu, fáum að sjá dansspor hér. Já, þú fær að sjá það, ég skal lofa því. Þetta var Torfi. Torfi með yfirlýsingar. Hann er verið nefndur við Svanavatni og þennan ballett er hann í þessari grein. Já, enda. Sjáu þið þetta. Hann á 93 fet sem eru fyrir 29 metrar að ég held. Í þessari grein, Íslandsmetið er 26-13 að með minni rétt. Þannig að Sæmundur á. Við erum aðeins smá eftir svona í land með að ná þessu, en það kemur. Já. Við erum að stækka allir. Það er bara að borða skýr og drekka malt. Ekki spurning. Þetta er góður snúningur. Já. Sporin eru ágæti. Vantar eitthvað. Það er meira á það, þetta er ekki nógu langt. Já, það er með 23-32 á rauðun. Lítið vel út 23-05. Þetta er hörku kettið hana, Unnar Garðarsson. Með góðan stíl í þessu. Svona sérstakann stíl. Fer oftast einum hring meiri við hinir. Unnar 2017, vantar aðeins upp á það hjá honum. Hann er rittarinn Lára Berglind. Æja, þá kemur Káratorfi, sjáu þið þetta. Svanavatnið. 180 kíló. Hefur séð svona nett spori á 180 kíló manni áður? Glæsilega gert. Spurningum, við ætlum að gefa Hjalta bónustig fyrir kynningar. Það er spurningum bónus fyrir dansspor. Já, hjá Torfa. Spurningum 10-20 stig. Já. Kára Sæminn. Það með 24-74, gott kast hjá. Það var annað kastið. Sjáu þið þetta. Þetta er nú bara út fyrir braut. Þetta er hrikalega langt. Þetta var 28-16. Hann gerði ógilt í fyrsta kastinu, hann varði að gera gilt og tók bara öryggiskast. En þetta er 92 fet. Fet er frá sínu besta þetta er mjög gott. Það var Pétur. 24-20. Við erum allir þarna á sama metrónum. Sölvin. Ágilt hjá honum. Það er einbytting. Öskur var gott. Já. Hvað ég gefa ykkur stæði fyrir það? Já, ég ætla að gefa bónus fyrir. Skulum ekki að tala um nýtt fyrir það.
Það sem er að spá í stíginn. Það átti að hræða lóðið bara lengst út á gras. Öskra á eftir. Það var Auðun. Næsti farið í kvikmyndatökumanninn. 23-20. Steini hljóp. Hári Garðarsson. Skeiðamaðurinn, kölluðu hann, Hólegi. Já, hann er svona svipuðum flóðum. Á 2019. Sáum hann að merkingarnar, þetta er verið að merkja kostin hjá hverjum og einum. Já, þarna ég aukakastinu. Gekk ekki upp. Þá er þessi mættur áttur. Já, kominn úr skiptinu aftur. Já. Þetta er rétt andinn. Þarna erum við 75 kg. Það eru flugfélagstöskurnar. 75 kg sitt hvort hendi. Og þetta er 30 metra braut á tíma. Lítur bara vel út hjá honum. Já. Hann leggur töskurnar niður, hann er ekkert að kasta þeim. Mjög snurtilegur í þessu. Get unnið þetta mót og er bestur, en ég kem ekki til með að geta sýnt það fyrir næsta ár. Hvað finnst þér þessa kalla sem þú ert að keppa við? Þeir eru bara í formi og maður sér að það dugir ekkert annað en sitt besta form til að vera með í þessu í dag. Gaman að fá svona alvöru kalla þessu heimsmeistarninga? Já, þetta er alveg, við sjáum hvernig á að gera þetta hjá honum, sko. Hann kastar þessu hrikalega vel og hérna þetta er alveg, maður getur lært mikið af svona manni. Stefnið ekki að því að, eins og þú og Sæmi, að komast svona langt? Jú, ég er nú alltaf miklu meiri kraftlyftingunum, sko. Ég ger þetta á sumrin og það getur vel maður breytið til alveg út í þetta setna með, maður veit ekki hvað maður gerir, þetta bara maður hefur gaman að þessu. Já, Unnar Garðarsson er bestur en hann ætlar bara ekkert að sýna það fyrir hann næsta ári. Nei, þetta er rétt andinn. Og henni er það döðagangan. Döðagangan. Það er að reyna við metið. Tókst nú ekki þarna sínst mér. Og hinn fylgist bentu með hvort hann hafa tekið tíma sinn. Já, það er rígur og samkeppni. Já. Það finnur góða. Kraftadellan er alveg vaðandi allt land. Það er engin spurning, það er allir með kraftadellu. Það var á Staurinn. Þú þekkir hann nú vel. Já, það er nú ekki margir sem hafa lagt brefnir af velli. Nei, þeir eru fáir. Ég var nú eftir að segja þess að sögu í einhver ár. Já, auðvitað, þetta er góð saga. Og Ingu Logi þar. Það var á Torfi. Það er mikill andi í ræðinu og hún líst það vel á þetta hérna. Hann er að setja upp núna mót, Ísland, Bandaríkin, sem á haldi í maí út í Kaliforníu. Þá ætlar hann að fá 4 Íslendinga yfir. Það er heilmikill andi í gangi, andi í þessari grein. Hér kemur Sæmundur í störnum. Við sáum hérna Torfa áðan. Hann var nú ekki mjög djúpur á því, beygði sig ekki mikið, enda kannski þarf hann ekki á því að halda. Sæmi flakkaði aðeins með staurinn, náði ekki alveg að balansera hann. En hann fer svolítið djúpt. Hann fer djúpt, já. Þarna hann var með 7 mínútur í 12. Torfi, ef hann fer ekki yfir, þá mælum við gráðuna hvað fyrir hátt og Torfi var með 75 gráður. Það var Ryan, hann hefur aldrei áður séð svona plastur, vanalega er það bara alltaf tré, pjúra tré. En við breyttum aðeins að höfum plastur, af því við brutum alla staura hérna í fyrra. Þetta er allt og rétt. Jæja. Hvað dæmir þetta? Þetta eru svona 5 mínútur í. 5 mínútur í, 3 mínútur í, sagði dómarinn. Og ekki lígur Hjalti. Nei. Það var Pétur. Snúningurinn ágættur en náði honum ekki alveg. Náði honum ekki yfir. Ef hann hallar, ef hann fer ekki beint yfir, þá voru tekna gráðuna líka og hann fekk 70 gráður. Sölvi er búinn að vera vandræði með staurinn í sumar. Ekki gengið upp í honum með þá. Æja, nú sjáum við væntanlega hvernig á að gera þetta. Já, nú skulum við fylgjast með. Nú höfum við þetta skólabókardæmi, þegar ekki? Já, fínt hlaup, góður stíll. En það vantaði eitthvað það. Já, allt upp að kastinu sjálfu. Það er 12 mínútur yfir. Auðun með alveg glæsilegt kast. 2 mínútur í. Auðun er búinn að vera geysisterkur í þessari grein. Hann og Sæmi hafa verið eiginlega ósigrandi í þessari grein. Því miður. Allt og góður. Búinn að vera með eiginlega 12 bar í hverju einustu keppni. Já, maður Hjalti, dómari, hleypur á eftir. Já, mjög keppendum og hann er fljótur að kveða upp úrskurðinn sinn. Mjög snöggur. Enda búinn að vera í þessu í 40 ár. Já. Veit allt um þetta. Og allt sem framkemur í þessum þætti er satt. Að sjálfsögðu. Það var að Sæmundur.
Nú var hann kominn í gír. Ótrúlegu stíl, hann snerti valla stöðurinn. Heyrið í Hjalta. Það er ekki hægt að gera þetta betur. Sá líka snúningin, hann stakst ekki niður á endan. Hann fór alveg hringinn. Hann setti þarna allt powerið í hann. Nennti þessu kjaftaði ekki lengur. Nei, nú er pressa á heimsmeistaranum. Ryan Vera, þrefaldur heimsmeistari í Hállandaleikum. Ósigrandi, búinn að vera ósigraður í 3 ár. Nei. Korter í. Þú verður dómar næsta móti. Já, mér sýnist það. Það var Pétur. Hann fann smá viðleitni fyrir öskri. Já. Það eru öskurbræðurnir, safnast stigum. Nei, út með þetta. Klipp með þetta burt bara. Já. Það var Auðun, kominn í ham. Sæmi með 12 og nú ætlar hann að gera betur. Ef það er hægt. Það munaði litlu. Hann fekk einnámlítið í 12. Ef hann hefði gert 12 líka, þá hefði þeir farið í bráðabanna. Það hefði nú verið sagað til næsta bæjar. Torfi, hann komst ekki í sleggjuna hann daginn áður og þessna tók hann aðeins á henni þarna í restina. Þetta var styttra. Við skulum ekkert vera að mæla þetta. Nei, ekki mæla þetta. Ekki mæla þetta. Út með þetta bara. En þá er Hállandaleikarnir eða í Keflavík búnir, þetta er aukagrein. Það eru 5 greinar sem telja þetta stiga og við tökum svona aukagreinin inn, svona aðeins að sína smá fá útrás fyrir þungulutina. Og þarna erum við með 100 kíló sitt hvori hendinni. Torfi högtur eitthvað aðeins á þessu. Svona tekur í rólega. Torfi hrifnar að því þegar það er vegalengd sem ræður en ekki tími. Já, hann hefur endinguna. Já. Þá hangir hann á því endalaust. Auðun aðeins undan. En kallinn gefur ekkert eftir. Já, hann tekur þetta á seglunni. Stærri skref, Auðun tekur minni skref. Já, það skrefast fram úr honum. Já. Þetta hel tekur í. Ára Sæmi, ég er þarna með besta tíman eins og Sæmi er búinn að vera ósigrað þessa grein í sumar, ótrúlegur. Það þarf eiginlega að fara að banna þessum manni að vera með í. Þetta er ekki hægt lengur. Eða þyngja bara áhöldin sem hann er með. Já. En leikarnir fóru allavega þannig að Ryan Vera vann með 34 stig, Sæmundur annar 2 stigum eftir með 32 stig, Andrés og Pétur eru jafnir í 3.–4. með 28 stig, Auðun með 22 og Torfi Ólafsson 13 og Sölvi og Unnar 11. Já, hér sjáum við efstu menn. Þannig fóru leikar. Was it a good day for you? Very good day. I was up in my higher averages in my throws, and it's due to these great competitors competing with them, and the intensity here is much greater than other places I go. Já, hér sjáum við svipmyndir af hjólakeppni. Já, það er Mongoose þreytukeppni. Lofum aðeins litlu krökkurum koma með inn og taka á því. Þú verður mikill landið því í sumar. Og svo er það náttúrulega þetta klassíska. Þá er home music. Það er alveg hefð fyrir þessu líka. Hver étur mest? Það má ekkert, þarna sjáum við soninn í pilsinu. Það er nú spurning að fara að taka stíg fyrir þetta líka, hafa þetta líka greið. Já, hver getur étur mest? Það þarf að keppa í öllu. Já. Við lifum ekki öðru sem að keppa í öllu, það er sama hvað við gerum. En á þá að vikta eða telja hitæningar? Það vikta bara ekki. Við vorum heppnir að Torfi var ekki með þennan dag þá. Frábær keppni í Keflavík, þetta eru næst síðustu Hállandaleikur sumarsins, þeir síðustu í Hafnarfirði núna helgina. Og þar verður tekið á því tvöföld stigakeppni. Þetta getur farið allan veginn. En þeir eru hörkuformi strákarnir. Það er Íslands lýsi sem færir þér Hállandaleikana.
Það er Íslands lýsi sem færir þér Hálendaleikana. Komið sælir áhorfendur og velkomin til leiks með okkur í Hálandaleikunum. Við erum hér með bylgjulestinni á Ísafirði og greifarnir syngja drauma á drottninguna og draumur allra Vestfirðinga rættist, þeir sá sterkustu menn Íslands þarna á Hálandaleikum meðan að Kristján Viðar góður á hljómborðinu sjálfsögðu og strákarnir í öllum búningunum frá ensku liðunum. Mikið fjör, gott veður. Hjalti Úsus, velkomin til leiks. Já, það var einstaklega gott veður hennar dag. Eins og alltaf þegar þið eru. Já, það er reyndar. En þetta toppa allt þetta. Já. 7. Hálandaleikarnir hér framundan. Menn heimta athygli þarna. Já. Mikla athygli. Já. Þetta er henni góð tóli. Kemur Auður Jónsson, sigur á síðasta móti. Hann datt í gír þarna. Þannig fulltrúi bæjarstjórnar að reyna sér steinkasti. Það var nú stutt. Já, það vantar aðeins inn á þetta, en þetta er að koma hjá hann, sjáðu. Já, nú fór hann aðeins fram úr. En metið var svo, það var yfir næstu 11 metrar sem hann sett á Eskifirði. Já, þannig að það er erfitt. Já. Hann er Auður, hann er búinn að vera að koma gífurlega til í steinunum. Hann er kastað hann 15 metra rúma best. Það er svona frekar sjaldgæft að menn úr kraftlyftingunum eigi auðvelt með að ná þessari mýkt sem þarf í þetta. Kannski á eftir að nýta honum í kraftlyftingunum? Já. Ágætis kasti á Auðun, hann er hérna með 14 metra. 14,18? Já. Þá er það... Já. Það er nú einhvern rosalega tækni. Það er dálítið bara krafturinn. Já. Það þýttir bara að ræðast meira á hennum. Já. Það má alltaf bæta við. Andrés á... That's what I go through all the time. Is he unreasonably jealous? Yes. Is ridiculous. Jason, are you jealous? To a point, I think I am, but then again, she brings it on her. Okay, let's find out, where are you going 2 nights a week, all dollied up? I keep asking I this go question. to the store just to get a break. Búinn að leggja mikið á sig núna, miklar æfingar og svona, hann er með þennan spinningstíl og hann er erfiður en út úr geranum. Já, en þetta var hins vegar langt og gott kast. Já, vel framkvæmt sko. Guðmundur Kárasson, nýliðin okkar, hann er að kasta hann um 10 metra. Hann er svona, við erum að fá nýtt blóð inn í þetta. Hann er Sæmundur kominn, hann er búinn að taka sér sólgleraugun og stíllinn er alveg út úr kortinu. Þetta er nú alveg, þetta er ekki, það er ekkert, við ræðum þetta ekkert meira. Nei, af hverju notar hann ekki bara handboltastílinn? Já, Auðun kominn aftur. Auðun gerir þetta mjög vel. 14.26 seinakastið, mjög gott. Veruleg bæting. Og ég er hérna með 12.27, þannig að aðeins á eftir þeim. Og bætur 11 metra. Jæja, Andrés, gerir þetta vel. Grenjar á eftir honum. 14.68. 15 metrar ertu komin í mjög góðan klassa. Og þannig er Sölvi komin aftur. 13.07. Þetta gekk ekki alveg. Hann er svolítið mistækur í þessum stíl. Já, þetta kemur. Ég er alveg með það úr hreinu. Já, þetta er að skila sig á honum. Og þannig kemur Guðmundur Kárasson aftur. Hann er 2.02 á hæð. En stílinn, hann náttúrulega á margt ólært, sko. Þetta er svona newcomer, nýr hollendingur á leiðinni. Hann er að kasta hann 10.58. Jæja, Sæmundur, hann verður að standa sig vel hérna. En hann er með best þarna 13.03. Hann verður að slípa hennar stíl. Já. Því að hann er með hinagreinarnar svo góðar. Jæja, 110 kg að grjótið. Já, herðu.
Þessi átt að henda steininum fyrir hönd bæjarstjórnar. Já, þessi maður, sko, þú sé, þetta er ekki stór og mikill maður. Þetta er bara harður maður. Já, bara nagli. Já. Þessi lýsi? Já, hann fær sér Íslandslýsi. Og þarna kemur nummer 2, þeir eru hel sterkir þarna. Vestfjarðatröll. Vestfjarðatröllin, þeir ætla að taka toppa Vestmannaeyinga, þeir voru 4 í Eyjum, sko. Jæja, þá voru komnir í 25. lóði yfir á. Ekki gengur það hjá Sölva? Nei, það vantar hún að hann er náttúrulega ekki nema 97 kíló, það er mjög létt. En þessi er með hæðina, vantar bara styrki. 202, 140 kíló. Við kallum að mammútinn. Já. Guðmundur Kárason, mammúturinn. Óru konum við það? Já, það er komin eitt mammútur, en loðfíllinn ætlar að kæra fyrir að hafa stólið loðfíllanafninu, bara að segja skellti á ennið tungumál. Já. Já, þarna fengum við bara svona frískan mann til að sína hvað þetta er erfitt í raunveruleikanum. Já, já. Og hann er alveg sáttur við þetta. Svo góð. Svona til að fá smá húmor inn í þetta. Já. Auðun, þetta er nú búið að vera einn svona betur greinunum hans. Hann er náttúrulega með 390 kíló hnébein. Glæsilegt. Já, já, ekkert mál. Þetta var glæsilegt. Hann er mjúkur og skemmtilegur þrátt fyrir alla þessa krafta, sko. Nei. Ekki gekk það hjá... Nei, ég heldur sér nú komin hérna kannski 15 fetin. Já, Sæmundur, hann bara hitar sig með því horfa á hina. Setur örbyggjur í gang. En Andrés gerir þetta býsna vel. Það er ekki eins og við gerðum eins og Melavellinu þegar við vorum hituð fyrir leikið, setti bara ofnin. Já. Það hefði dugað. Það var bara sólinni. Já. Nei, þetta eru 15 fetin. Ég hendi kastaði 14. Það er svona 15, við getum talað um alþjóðlegan standard í 15 fetum. Já. Skotarnir byrja í 12 fetum. Já, Sæmundur, ekkert mál, 16 hjá honum. Það hendi bara langleiðinni til Reykjavíkur. Já, já, hann er ekki neinum vandræðum með þessa grein. Auðun er að detta inn hann, já, munaði sára litlu. Hann er búinn að fara vaxandi. Kom svona að byrja að róla Auðun, en er allur búinn að vinna núna eitt mót, sko. Og Andrés, hann kann þetta og gerir þetta vel. Mikill tókkraftur. Hann er í ægilegum hann. Hann ætlaði að stimpla sig inn hann endanlega, Andrés í síðan. Nei. Það stefna hann vitlaus. Já, og komið smá þreyta í kallinn einhvern veginn. Þú hefur bara ákveðin orku í ákveðin mörg kost. Og Andrés er að reyna hérna við 17 fet. Já! Glæsilega. Ég er inn ennþá, segir kallinn. Minnir á sig. Já, við vitum það. Við vitum allt um það. Já, og Sæmundur þarna. Nei! Sá þeytti þessu yfir. Það er endalaus kraftur til hana. Endalaus. Já, og yfir hjá Andrési. Já, þarna var að kasta 17 fetin. Sáu þið hæðina þessu, segir hann. Hann er alveg orðinn brjálaður. Það er svona smá allfræðilegur upplýsingar þetta í liðinni. Já. Heyrðu, þarna var hæðin náttúrulega alveg tekin og í 17,5 en það vantaði að stýra því. Já. Þessi smá nöfnabók svona aðeins til að vakna. Ég sýndist hann samt þegar að vakna þar á það. Jæja, það er langt draga og þetta er vel gert. Nei, gekk ekki. Jafnvel sterkustum vil hafa sín takmörk einhvers staðar. Já, það var Sæmundur. Já. Nei, hann er búinn að missa stílinn aðeins. Sjáum þetta hér, mikill kraftur. Já, en vantar stýringuna. Þannig að þeir eru jafnir í fyrsta öðru sæti held ég að verða. Nei, Andrés kemur þarna með, þetta er 17,5 fett. Þetta er, alveg búinn sko. Þó hann sé frá Vestfjörðum og hafi allt með sér þá. Lýsið og allan bakkan, það gengur ekki alveg. Nei, en hann er búinn að standa sér frábæli hérna með að kasta 17 fett. Það er alþjóðlegur árangur, alveg. Sæmi, nú varst þú að koma heimsmeistaramótinu í Hállandaleikum. Hvernig gekk? Það gekk mjög vel bara held ég. Ég var í 7. sæti og vann stöðrakastið. Var annar í að kasta hamrinum og þriðji að kasta þungahamrinum. Það held ég að sé mjög gott þegar maður er að fara sem sterkustu menn í Hállandaleikum eru. Er þetta fyrsta sinn sem keppir erlendis? Já, þetta er fyrsta sinn sem ég keppi erlendis og þá fór ég á heimsmeistaramóti. Það er dálítið sérstakt. Þýðir það að þú sért heimsmeistari í staurakasti eða að þú vinnur þá grein? Það er keppt í heimsmeistaramóti í staurakasti. Þannig að mann er kannski ekki heimsmeistari í staurakasti, en ég var eini maður sem náði að snúa 20 feta stöðuna á mótinu.
Þegar Hjalti verið ekki stoltur að hafa kennt þér stílinn sinn? Jú, ég var reyndar aðeins að breyta honum hann úti því að þessi staur var svo svakalega þungur og langur. Hérna erum við kannski með 1700 staur, við erum að tala næstu metri viðbót. Að ég var aðeins að breyta honum og aðeins að byrja að hlaupa með hann svona. Þetta var smá breyting á stíl. Verður þetta forsmekkurinn af því sem koma skal? Keppa erlendis? Já, sjálfsögðu. Þetta er náttúrulega það sem þetta snýst allt það er að komast út á stóru móti. Nú ert þú mjög ungur þannig að þú átt mörg ár eftir, er það ekki? Jú, ég er náttúrulega mjög ungur í þessu. Ég er yngstur hann á heimsmeistaramótinu og ég held ég sé yngstur hér, þannig að það er framtíðin framkvæmdar. Hvað ertu gamall? 25 ára. Gangi þér vel? Takk fyrir. Auðun, nú vannst þú síðasta mót, hvað á að gera í dag? Ég er bara að stefna að vinna aftur í dag. Þetta lítur vel út, steininn kom vel út og ráinn alltaf læg. Þannig að ég er bara að reyna að halda mínu striki og klára þetta eins og síðustu helgi. Gefur það vel að vera í Íslandspilsinu? Já, það er ekki spurning og það er heiður að fá í þessu pilsi. Svo Sæmi var núna síðustu helgi 7. á heimsmeistaramótinu. Þannig að hann var í þessu þar undan og ég náði að sigra hann síðustu helgi. Þannig að ég bara er hrikalega ánægður og gaman. Ég ætla bara að reyna að vera í næstu helgi líka. Stefnir þú að fara erlendis að keppa? Já, ég hef farið tvisvar, fór í fyrra og hittifyrra. Og hérna, það getur verið sem að fyrir landskeppni eftir halva mánuð og reyna að vinna skotana. Og hérna, við ætlum okkur bara að gera það og það er fullt af hálandið út allt og maður bara, með maður hefur svona gaman þessu þá bara reynir maður að keppa sem mest. Eru Íslendingar að komast á kortið í hálandaleikum? Já, það er engin spurning, sko. Við hérna, eins og strákarnir í ránni, Sæmi og Andrés, kastið við 17 fet og Sæmi yfir 18 og þetta er alveg, það gerir engin betur, sko. Og sleggjan og svona, þetta er rosa góð ráðningur og það er engin spurning að við getum strítt þessum bestu. Nú sá ég þegar skotarnir komu hérna daginn að þið virkuðu allir miklu sterkari og þreknari. Er þetta frekar svona háir og grannir menn sem er að keppa í þessu erlendis? Já, ég held að við séum það sem þeir hafa fram, ef þeir hafa eitthvað fram yfir okkur þá hafa þeir tæknina. En við höfum styrkinn, það er engin spurning og hérna, við fyrstum allir rosalega mjóir og vantar allan styrkið á. En þeir eru rosalega góðir, þeir eru búin að gera þetta alltaf miklu lengur og þetta er bara svo miklu hefð í Skotlandi. Þannig að, við getum alveg tekið það. Já, ég er alveg sammála fótboltaþrautinni þarna. Já, það er landskeppnin sko sem við erum að tala um í skota. Jæja, þarna er komin held ég bara 4. maðurinn. Þeir eru bara hver af öðrum taka steininn og þeir ætla að toppa, eins og við sögðum áðan, Vestmannaeyingana. Já, menn hellís í lýsinu í andanum. Það var gífurleg hvatning sem heimamenninni fengu í grúti. Já. Þannig er þetta bara 4. eða 5. maðurinn að koma með hann. Hundu? En þetta er nú farið. Ef þetta byrjar að vera svona erfitt, þá er þetta alveg orðið vonlaust. Ekki vantar hvatninguna, ekki vantar andan. Já, hann er alveg að hafa það. Nei. Nei, ekki í dag. Hann eftir að vera aðra tilraun. Kemur á eftir. Jæja, þarna sjáum við svona létt svanavatn hjá mammútnum. Og hann er að kasta þessa 15-16 metra. Sæmundur á 26 metra rúma er best í þessu. En jæja, það er langt drag í þessu og þess að fer bara, mjög gott kast hjá Sæmundur. Hann stimplar sér strax um 24-28. Og 24 metra eru 80 fetin. 80 fetin er klassi. Já. Á Auðun. Auðun hefur verið að sækja sig í þessari grein. Sjá, þetta er ágætlega gert hjá honum. Svona, vantar smá balans í restina. 23-45. Hann misti sig aðeins alveg út. Já. Já, þá var það úr svo sinn. Já, þarna er nú sett, ég veit ekki hvert að fór, það fór ekki inn á völlin heldur. Nei. Þú fórst líka hálfpartinn út fyrir það. Já, þetta er svona svolítið líkt kringlukastar okkur, sjáðu Andrés. Það er alveg flatt lóðið og það fer með illu eða góðu, þetta er ekki sérstakur stíl hjá hann. 23-70. Það fer bara einhvern megin. Það fór? Já, og þetta er hann er þarna svona í fremstu röð ennbávarlana. Og þá kom það Sölva. Ágæti stíl. Rúmið 20 metrar. Já, þetta er að koma. Já. Og mammútinn hann, Guðmundur Kárasson. Nei. Hann sneri baki, sástu, þegar hann sleppti. Hann sneri vitlaus áttæðilega. En það tekur tíma að ná tökum á þessu. Þannig Sæmundur kominn með sitt seinna kast. Hann líka, þú sást að hann sneri svona hálfpartinn baki. Já, ég veit það, og kastið ógilt og allt ómögulegt hjá hann þessu. Jæja. Þá er Auðun kominn aftur. Hann er alveg við þá. Nei, aðeins styttra, 23-15. Hann er hann að... Já, þeir eru í toppbaráttunni Andrés, Auðun og Sæmundur í þessu. Alveg flatt, nei, Andrés, hvert fer Andrés hér? Hann
Takk. Já. Og það er ógilt. Það fór fram fyrir. Sölvi aðeins að sækja sér aðri, komið hérna með 21-32. Já. Þetta er nú allt að fæða svona. Auður. Langt draga á þessu, virtist vera gott kast. 24-12. Hann er komin í fremstu röðuna. Rétt á eftir Sæmundur með 24-28 sko. Já, þetta var aukakast á... Aukakast, já. Andresi. Og tryggjur hann fyrsta seti í grínu. Andrés, það er aldrei stemming hérna í dag. Já, það má eiginlega segja ég sé á heimavelli og ég nýti mér náttúruna hérna á þessar hrikalega aðstæður og verð hrikalegur þess vegna í dag. Þú kemur á óvart með því að vera efstur núna annar mótið í röð. Já, þetta er svona byrjunin góð hjá mér en svo hefur mér skort þrek til að klára þetta almennilega en við skulum sjá hvað gerist í dag. Nærðu eitthvað að æfa á milli móta? Nei, ekki ennþá. Ég náðu að taka eina æfingu fyrir hálfum mánuði og svo er ég svona vonast til að komast á æfingu kannski í næstu viku. Ertu bara svona náttúrulega sterkur? Já, ég er náttúrulega býjað góður reynslu, það er það sem er hjálpað mér. En hvernig verður framhaldið? Á ekki að taka þetta? Jú, ég ætla að leggja allt í þetta. Ég ætla að klára þetta með stæl í dag. Já, og þá var það staurakasti. Já, þetta eins og þeir sem hafa þetta ekki strax í sér, þeir þurfa að leggja heilmikið á sig. Nei, þetta er... Þó Sölvi sé að ná miklu tökum á öllum hinum greinunum, þá var þetta svona svolítið eftirbátur. Þetta er svona eitthvað tilfinning sem menn verða að hafa. Sæmundur með sinn íslenska stíl sem ég kennt honum úr Stöðraskólanum. Já! Ekkert vandamál. Það var mjög ná... Þeir sem að fara í Stöðraskólan, þeir kunna þetta? Já, þeir verða ekki vandur að þeim sko. Já, þetta er ekki... Hann ná ekki neinum erfiðleikum. Það er 4 mínútur í fyrsta kasti á hann. Auður, hann notar hann hefðbundna skoska stíl. Hann notar svolítið mikla ferð og sko skotarnir getur þessna lært... Nei, heyrðu, þarna klikkaði hann alveg. Hann mátti ekki missa við það telst bara tilraun. Já, þeir eru búin að taka hann upp. Já. Og það þarf að... Þetta er allt spurningin bara kontrolleran og stjórnmönnum. Hafa góðan balans á honum. Þetta er nú ekki hröð yfirferð á þessu. Nei, ég missa hann allt og langt út. Jafnvel skólastjórinn, hann getur klikkað. Já, hann getur klikkað. Já. Þeir ætla nú að reka mig sem skólastjóra held ég. Ég vonaði endurráðið kannski einhvern tímann aftur. Já, ég frétti það að það stæði til. Já, en Andrés, hann hefur svona, þetta hefur ekki verið mjög sterkari en hjá Andrési. Hvað gerir hann það? Nei, þú sér nú sitt nú að hann er ekki glaðið með þetta. Það er eitthvað smá rimma, vill okkar. Já, 80 gráður. 80 gráður klaufi er hann kallaði. Jæja, Sölvi. Hann er, turbómaðurinn Sölvi, Fannar. Nei, það vantar, þetta er samt, þetta er að smyrjast hjá honum. Þetta á eftir að vera í góðu lagi. Þarna sérðu nýliðan okkar. Sko hann, nei. Það þarf mikla reynslu. Jæja, Sæmundur með seinna kastið sitt. Hann er með gleru, hann er alveg cool í þessu. Mjög hægt. 100%. 12. Þetta er glæsilegt. Já, þetta er sigurkast. Þetta verður ekki toppað. Nei, með sólglerum. Með sólglerum og öllum græðum. Hann er með svona létt svona Hollywood svona... Yfirbrátt. Já. Það var eitt skoti sem spurði mig hvort ég er umbóðsmaður að segja að færi hérna í wrestling í WWF. Herðu, nei, þetta gengur ekki á auðun. Jú. Já. Herðu, ágætiskasti á auðun, en það er 6 mínútur. 6 mínútur. Jæja. Þá er Andrés kominn með seinna kastið sitt. Og hann verður að vera mjög ofarlega þarna ef hann ætlar að eiga séns á að vinna mótið. Og, jú, hann fer yfir. Svona 10 mínútur yfir eitthvað sluð. Já, 10 mínútur yfir. Með illilega góðu fór þetta einhvern veginn á hann. Já, blés á eftir honum. Það var áhverjandur voru svo virkir hann, þeir voru með 2000 manns. Nei. Hann ætlar að reyna stærfiður fyrir Sölva. Hann þarf bara að fara í æfingu. Já, hann þarf að sækja já, en þetta getur kallið. Hann er fimmur. Já. Þarna erum við aðeins að skóla krakkana til svona verðandi hálendamenn. Við erum með svona mínistörn. Já, þessi var góður. Já.
Þannig að við erum að reyna að byggja upp æskunni eitthvað aðeins í þessu og þú sagði að mikil aðsókn í þetta. Já. Krakkarnir fá svona aðeins tilfinninguna fyrir þessu þó þessi stöður sé nú kannski ekki alveg jafn stór á hinn. Hann er metabósleggjan, þeir hafa mikinn áhuga á því að reyna krafta sína. Þú sér röðina. Já, það er bara út eftir öllu. Já. Það þarf nú smá lag og krakkar sitt, þá eru komin í bandagönguna. Hann er fyrstur, þetta eru 100 kíló í hvora höndi og Guðmundur er fyrstur og hann er með tíman 13:07. Þá er það Hjalti. Já, það vantar aðeins meiri ferð inn í þetta. 12:53. Já, 12:53. Jæja, en þetta er sem sagt úrslitagreinin og Andrés verður að vera ofarlega hérna til að halda